Reyndar tap í þínu seinasta leik á FH, hvernig bara svona tilfinningi eftir leikinn? Það er alltaf súrt að tapa og sérstaklega svona á síðustu spilinu en þú veist, svona fótbolti og maður hefur upplifað margt í gegnum tíman í fótboltan og ég kannski labba ekki frá þessum leik hugsandi það að ferillinn hafi verið eitthvað klúðra því að töpum þessum leik en þú veist, ég bara búið frábær dag og bara virkilega ánægður og gaman að sjá hvað félagið lagði á sig til að kveðja mig og bara maður pínu bara svona hræru yfir þessu og svo kom einhverja viku núna sem maður kannski næri utan það að maður sé hættur í fótbolta en bara skemmtilegur dagur og nú kvöldið eftir og ég bara ánægður að við spilum leikinn, þótt að völlurinn hafi verið frosin og allt það. Ég hef ekki nefnt að fara að spila á morgun. En hvernig var að spila svona völl sem var svolítið frosin? Það var náttúrulega, ég var farin að finna heldur mikið til aftan í lærum og í bakinu og svona þegar leið á leikinn og ég fór til heimis í hálfleik og sagði höfum þetta bara 10 mínútur viðbót og köllum þetta gott og fékk eitt færi, svona skallafæri frá vítapunktunum eða eitthvað og það hefði verið gaman að skalla hann inn en þú veist, ég sagði það inn í klefa fyrir leik, það var ekkert endilega að ég þurfti að kveðja með markið, það var eiginlega meira að liðið myndi hjálpa Sigga að skora upp í dag og það gekk eftir og það er bara fínt að hafa, ég held að Siggi sé nánast öruggum í skó þannig að það er bara gaman fyrir hann á það virkilega skilið eftir tímabil. Fannst alltaf stóðsendingu í þessu leik? Já, ég tek því bara bara glaður sko, gaman að geta gert eitthvað, lagt eitthvað af mörkum í síðasta leiknum og en þú veist, það er bara gaman að hafa fengið að taka, tekið síðasta leikinn með strákunum og þrátt fyrir að aðstæður hafi ekki verið frábærar, þá var leikurinn endaði 4-3, skemmtilegur leikur og áhorfendur fengu þetta fyrir peningi. Þú búinn að vera í FH í allt tímabilið, hvernig svona það bara frá liðinu? Það er náttúrulega bara, þú veist, ég er búinn að spila held ég 13 ár hjá FH núna. Þú veist, maður er náttúrulega orðinn eins og húsgagn í Kaplakrika og maður á eftir að halda áfram að koma hérna mikið. Maður er alltaf með börnin sín hérna og dóttir mín hún er farin að þekkja þetta eins og annað heimili sitt, þannig að þú veist, maður á ekkert eftir að missa tenginguna við félagið eða fólki sem er hérna. Allt frábært fólk og framtíðin bara náttúrulega hrikalega björt bara í FH. Við erum mikið ungum leikmönnum í karlaliðinu sem eru mjög spennandi og mikið af ungum stelpum í kvennaliðinu sem eru virkilega spennandi, þannig að þú veist, núna fer maður bara á, sest á hliðarlínuna og fylgist með og það er spennandi tíma framöndan í félaginu og bara ég er spennt að fylgjast með. Þú virðist vera ennþá uppáð svona þitt besta, af hverju ertu að fara núna? Það er bara margt, þú veist, ég er bæði það að líkaminn er að verða svolítið laskaður. Ég er komin með brjóskemmdir í hnéð og maður er stífur hér og þar og ökklarnir á manni og allt þetta og ég vildi kannski frekar kveðja þetta á þennan hátt heldur en að maður spilaði mikið að leikjum, skoraði mörk og hjálpaði liðinu og í staðinn fyrir það að þurfa kannski að díla við eitthvað meiðsli allt næsta ár og spila kannski 4 leiki og neyðast til að hætta. Það var svona skemmtilega að enda þetta á þennan hátt og snúa sér að eitthvað öðru. Hvernig súmarðu svona tímabili upp fyrir FH? Bara, hann var alls konar. Ég hef fengið alla flóruna. Ég hef fengið titla, ég hef fengið fallbaráttu og ég hef fengið miðjumoð og það er bara, þú veist, gaman að hafa verið partur af þessu öllu. Þetta er náttúrulega kennir manni margt, bæði það að vinna og að tapa og þetta eru svona hluti sem maður bara tekur með sér inn í lífið. Þú veist, bæði það eins og ég segja að hafa verið hluti af liði sem að vinna titla og verið hluti af liði sem að ná að bjarga sig frá falli. Það er maður lærir margt af þessu og þessi tími hefur bara verið frábær í alla staði og ég er bara búinn að eignast vini bara fyrir lífstíð og maður er farin að blóðið manns er farið að breytast úr rauðu yfir í svart og hvít og búið að vera þannig sem maður 5 ára og það fer ekkert að breytast held í framtíðinni. Þú hefur orðað við Sindra sem aðstöðuþjálfari og leikmaður. Hvað er svona kemur, hvað er svona í framtíðinni á þér? Ég get alltaf sagt að ég er hættur að spila. Ég á ekki hættur að spila meira fótbolta en það, þú veist, það kemur í ljós á næstu vikum og
Já, þú veist, ég bara að skoða hvað ég ætla að gera og bara spenntur fyrir framtíðinu og það kemur bara í ljós á næstu viku. Takk fyrir. Já, takk sömuleiðis.